Kæru áhorfendur, bæjarbúar, gestir og aðrir sem eru að horfa á þetta. Í tilefni af því að hreyfi átakið Lífshlaupið 2021 hefst núna 3. febrúar næstkomandi. Þá langar okkur hjá Reykjanesbæ að bjóða upp á heilsu- og lífsstílsfyrirlestur með íþróttaálfinum sjálfum, Magnúsi Skeving, og mun hann koma hér á eftir og þegar ég hef lokið máli mínu og segja við okkur nokkur örugglega skemmtileg og áhrifarík orð. Lífshlaupið er árlegt átak sem að margir þekkja og hefst núna þann 3. febrúar næstkomandi eins og áður sagði. Og ég vil leyfa mér að hvetja íbúa alla sem eiga þess kost, einstaklinga, hópa, fyrirtæki, stofnanir Reykjanesbæjar og ríkisins á staðnum og bara alla sem vettlingi geta valdið til þess að taka þátt í lífshlaupinu og þessu hreyfi átaki. Samhliða þessu átaki þá ætlar Reykjanesbær að í samvinnu við Betri bæ, sem eru samtök verslunar og þjónustu í Reykjanesbæ, að veita verðlaun, draga úr hópi þátttakenda, verðlaun að verðmæti 50.000 krónur, svo það er nú til einhvers að vinna og mikils að vinna í þessu samhengi og við munum draga úr hópi þáttakenda í lok febrúar. Nú Reykjanesbæ er umhugað líf og heilsu íbúa og hefur bæjarstjórn nýlega samþykkt mjög metnaðarfulla lýðheilsustefnu sem ætlað er að vera viðmið okkar á næstu misserum og árum. Þeir sem vilja kynna sér hana geta fundið lýðheilsustefnuna á reykjanesbær.is og þar má meðal annars sjá að við erum að fylgja ráðleggingum embættis landlæknis að fólk hreyfi sig 30 til 60 mínútur á dag og auðvitað borði holt og það allt saman. Og af því tilefni þá viljum við minna á fallegar gönguleiðir. Við höfum verið í átaki núna síðastliðið sumar í að laga gamla eða göngustíga sem fyrir voru. Við höfum auk þess verið að leggja nýja göngustíga víða sveitarfélagið, meðal annars í Njarðvíkurskógum. Og svo eigum við þessa fallegu gönguleið meðfram ströndinni allri frá Gróf og alveg upp á efstu hæðum í innri Njarðvík. Meðfram sjónum, falleg gönguleið sem að mjög margir þekkja, mjög margir nota og ég vil hvetja íbúa til þess að nýta sér þessa innviði í sveitarfélaginu. Það er margt skemmtilegt hjá okkur framundan og í gangi til að mynda þetta átak sem að fór á stað allir með, þar sem við erum að hvetja öll börn og ungmenni til þess að vera með og virki þáttakendur í íþróttum og tómstundum. Og á vegum þessa átaks þá erum við að fara frumsýna núna myndbönd sem að kynna allar íþróttir og tómstundir í Reykjanesbæ. Ég vil hvetja ykkur til að kanna þá fjölbreyttu möguleika sem að þarna bjóðast og láta börn og ungmenni vita, óháð því hverra þjóðar þau eru, það sem þið sjáið og því að rannsóknir sýna það að börn sem taka þátt í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi að þeim gengur betur í öðrum verkefnum. En að máli málana, Lífshlaupið 2021 er að hefjast og til þess að leiða okkur inn í það skemmtilega verkefni þá vil ég bjóða velkomin hingað í pontu íþróttaálfinn Magnús Skeving sem er landsmönnum að góðu kunnur, meðal annars fyrir Latabæ en margt fleira og hann hefur áratugum saman dregið vagninn og hvatt fólk á öllum aldri, ekki síst börn og ungmenni, til þess að lifa heilbrigðu lífi, stundarhreyfingu og borða holt. Og ég ætla að bjóða Magnús hjartalega velkomin yfir til þín, Maggi. Takk. Takk fyrir þetta. Heil og sæl. Það er sönn ánægja að fá að taka þátt í þessu. Lífshlaupið er að fara á stað 3. febrúar og auðvitað þetta allir á Suðurnesjum að taka þátt. Ég trúi ekki öðru og það vonaðu þetta allir að vera með.
En það ekki alltaf þannig. Stundum þegar kom ykkur nýjar hugmyndir og þá að fara að gera eitthvað, þá allt í einu bara svona, þú veist, líkaminn bara, hann bregst svona við. Og það alveg fullkomlega eðlilegt. Því líkaminn eiginlega það fullkominn að hann eiginlega sér stundum okkur. Og í yfir 1000 ár hefur líkaminn alltaf verið að hugsa eitthvað svona neikvæðar hugsanir. Þú veist, nei, finna svona auðveldustu leiðina til að gera hlutina. Og það oft sagt að maður að finna latasta mannin til að gera verkið, því hann finnur auðveldustu leiðina til að vinna það. Og það pínlítið þannig, ef maður séð til dæmis lítil börn leika sér, þá leika þau sér ekki með að beygja sig niður. Þeir beygja sig í hnjánum. En þegar við eldumst, þá erum við gamla fólkið, við förum að svona beygja okkur bara svona, nennum ekki að beygja hnén lengur. Út af því að það meiri orka sem fyrir það að beygja hnén. Og beygja sig virkilega niður. Og við erum alltaf að reyna að spara þetta. Og þegar eitthvað svona kemur upp, þá maður ofta að hugsa, þú veist, það kemur strax svona neikvætt. En það eru margir sem alls ekki þannig. Sumir eru bara ótrúlega jákvæðir og bara alltaf með. Og ég alltaf öfundað svona fólk sem getur bara alltaf drifið sig fram úr rúminu og gert alls konar hluti. Og það sagt að ég sé svona líka, en það ekki alveg rétt. Ég þurfti svona að æfa þetta með tímanum. En ef maður hlustar virkilega vel á líkamann sinn, þá getur maður lesið skilaboðin sem líkaminn að segja. En það ekki alltaf þannig að maður getur lesið og svona með tímanum höfum við kannski mist þessi eiginleika að geta lesið skilaboð hjá líkamannum. Af því að stundum segir maður líkaminn hann þarf að hreyfa sig, en af því maður hreyfir sig ekki, þá maður að drepa sig í bakinu og þá sendir líkaminn svona eiginlega signal að maður sé eigi ekki að hreyfa sig, af því að maður að drepa sig í bakinu. En ef maður virkilega kann að hlusta á hann, þá þarf maður ofta að hlusta að já, betur kannski hann að drepa sig í bakinu af því að hann hreyfir sig ekki og þess vegna þarf ég kannski að hreyfa mig meira og þá lagast ég í bakinu. Þannig að það ekki alltaf bara, þetta dálítið flókið. En líkaminn það fullkominn að þegar maður fer sjálfur að svona ekki að hlusta og fer að svona gera bara eitthvað, þá bregst líkaminn við og tekur yfir. Tökum bara dæmi, að eins og ef að ég myndi gera gat hérna á lærið á mér og það myndi leka út blóð, alveg sagði hvað ég myndi reyna að vera mikið töffari, þá myndi líkaminn láta mig leggjast á hliðina og það myndi líða yfir mig til þess að koma í blóð í heilan sem eitt mikilvægasta líffærið og þess vegna líkaminn sér bara það. Ég ætla að láta líða yfir Magga, blóðið fer í hausinn á honum og alveg sagði hvað þó ég ætla að gera nei, ég vil það ekki, þá bara gerist það. Ef ég myndi sitta allt í einu fá sandkorn í augað og ég ætla alls ekki að gráta og ef ég myndi ekki taka út sandkornið, þá sendir líkaminn bara signal á stað, herðu, ég þarf að senda bara upp tár í auga á Magga til þess að losa sandkornið. Alveg sama hvort að ég ætlaði mér ekki að gera það ekki. Og líkaminn hefur séð okkur svona gegnum árin. Ég ætla að standa einhvers staðar úti bara í kulda og ég ætla alls ekki að hreyfa mig og svo ég bara vel allsber. Allt í einu verður mér bara ískalt og ég byrja bara að skjálfa og þá að því að líkaminn að finna leið til að hreyfa sig til þess að mynda hita. Og það svo ótrútt með líkamann að hann, ef þú borðar eitthvað óhollt, þá kannski bara ælur því. Eitthvað sem líkaminn bara langar ekki að fá, þá bara ælir líkaminn. Eða hann sendir alls konar signal til þín sem þú átt að lesa, sem þú kannski lest ekki. Eins og til dæmis það, ef þú vinnur of mikið, þá byrjar að vera mjög þreyttur, þú átt að sofa meira, þú ekki bara nægilegan svefn og líkaminn reynir að senda öll signal. Líkaminn verður svona slappur, þú ert kannski orkulaus og svo enda með því að þú ert kannski bara byrjar að drepast og verki út allan líkamann, alls konar verki. Og svo hugsa líkaminn, já, byrju, þú ert ekki að hlusta, þú ert ekki enn að hlusta á mig. Og þá hugsa líkaminn, ég að senda bara svart undir augun að þér. Af því að ég veit að Maggi horfir í spegil á hverjum degi þegar hann busta tennurnar og hann hlýtur að sjá, hann orðinn kolsvartur undir augunum og hann hlýtur að fara að hlusta á mig. Þannig að líkaminn allur í þessu að senda þessi skilaboð. En það rosalega auðvelt í rauninni að hjálpa líkamann. Það bara með því að eiginlega hafa góða næringu, fá nægilega hreyfingu, frábæran svefn og kannski ástúðleg samskipti. Þetta ekki flóknara en það. En spurningin svo, það hvert viðhorf við höfum gagnvart þessu. Til dæmis þegar kemur svona frábær tækifæri, eins og að taka þátt í lífslaupinu, allt þetta ár,
gætu við verið að gera alls konar hluti. Þá spurning hvort að viðhorf okkar sé svona jákvætt eða neikvætt, eða erum við til í þetta? Og ef við erum að hugsa heilsuna, okkur langar til þess að ná einhvers konar bara bæta okkur eða taka þátt í meiri íþróttum, eða við viljum taka þátt í keppni eða vinnustaðnum eða skólanum eða einhverju, kannski félagarnir ætla að fara á stað eða vinnufélagarnir eða einhverju í grunnskólanum eða kannski einhver íþróttahreyfingunni, kannski einhver vinnu sinn eða vinkona og við viljum keppa á móti hvort öðru, þá þetta upplagt tækifæri í það. En besta leiðin til að ná einhvers konar árangri er að vera í jafnvægi. Það sagt að það betra að hafa jákvætt viðhorf heldur en neikvætt. Þú veist, eins og glasið hálf fullt í staðinn fyrir hálf tómt. Og líklega það meira svona gefandi að vera í kringu jákvætt fólk og taka þátt í einhverju sem jákvætt heldur en eitthvað sem negatíft. En ég myndi halda að það sé gott að hafa vera einhvers staðar á mitt á milli. Ég held að það sé gott að hafa bæði. Og þá ég við það að þegar maður hugsar eitthvað negatíft, þá þarf það ekkert endilega að taka það sem negatíft. Hugsum okkur sem dæmi að líkaminn í 1000 ára höfum við yfirleitt á ensku þá er þetta svona, við höfum look for problem, find problems and solve problems. Og þetta sama við erum búin að vera að leita af einhvers konar vandamáli, við finnum vandamál og við leysum vandamál. Þetta höfum við gert í 1000 ára. Og það alveg eðlilegt að líkaminn bregðist svona við eins og heilinn, að þegar einhvað frábært tækifæri kemur upp, að þá fáum við fyrst eitthvað svona, kannski negatíft. Það er kannski eðlilegt. En það gæti líka verið að maður þyrfti að hugsa það sem positíft. Tökum dæmi að þú væri kannski í skóginum og þú værir bara úti fyrir 1000 árum og væri í skóginum með viniðinum, þeir eru búin að kveikja eld og það er að koma nótt og allt í einu stendur þú upp og segir, hugsanlegt að sé úlfur einhvers staðar eða úlfar í nágrenninu og eitthvað svona. Ef þú væri að segja þetta til í dag, þá myndi allir segja, vert þú nú ekki svona negatífur? Bara hættu þess að negatíf og þú verður að vera jákvæður. Svo væri þið bara öll étin bara nóttina af úlfunum og allir drápust bara. En í gamla daga, þá var þetta ekki hægt. Þú þurftir að leita, ykkur úlfar, skoðum þetta, þú ert að leita vandamáli, sérð úlf, finnur úlfinn, finnur vandamálið og hvernig leysur það? Jú, skulum taka eldinn og aðeins að einn stendur vakt og gerir þetta. Þetta var kallað í gamla daga að vera kannski bara svona frekar gáfaður og svona athugull og aðeins að plana fram í tímann. Þannig að í nútímanum á jákvæðin alltaf að vera bara svona allir bara að segja já og má ekki neitt segja nei. Það er ekki alveg svoleiðis. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt ef ég myndi koma og segja þið verið að taka þátt í lífslaupinu, og þið eru bara heima, akkur við að gera það? Bara, nei, þetta verður alltaf dýrt. En það þarf ekki að vera dýrt, Og þau hugsaðu, þetta tekur svo langa tíma. Það er ekki víst að það þurfa að taka langa tíma. Og þau hugsaðu, þetta kostar og þetta er bara alls konar, þetta er svo erfitt. Það er ekki að vera erfitt. Þetta er spurning viðhorfið. Þetta er eiginlega ekki spurning það að það er eðlilegt, finnst mér að þið hugsi stundum eitthvað svoleiðis, en það er ekki víst að það sé endilega slæmt að þið hugsi svoleiðis. En viðhorfið ykkar gæti kannski breyst eða viðhorfið gæti verið eitthvað sem þið þurft að íhuga. Er ég kannski með rétt viðhorf til þess að gera eitthvað skemmtilegt á þessu ári? Það er sagt að þessi auðveldur að keyra eitthvað áfram og vera með drifkraft þegar það kemur innanfrá heldur en utanfrá. Og maður finnur það svona innræð með sér að þegar þessi kraftur er í fólki og maður finnur það sjálfur þegar maður með kraft inni, þá getur maður allt, maður er til, getur gert hvað sem er. Og maður öfundar alltaf þetta fólk og eins og ég sagði áðan þá halda margir að ég sé svona þessi típa en það er ekki alveg rétt. Ég hef alveg þurft að hafa fyrir því að svona líta á hlutina já, gerum þetta bara og horfa svona kannski á þetta að drífa mig í þessu. Og ég hef þurft að æfa mig í þessu. Og það er ekkert ósvipað, ég myndi láta ykkur gera svona, prófið að gera þetta upp og niður svona heima. Sjáðu, gerið svona. Takið svo hina hendur og gerið setu. Prófið núna heima að gera upp og niður
og setuna og gera þetta saman. Og líklega fer allt í rugling. Og það er ekki að þið eru ekki góð í þessu, það er út af því þið hafi ekki æft ykkur í þessu. Og þið ættir að koma til mín og segja, Maggi bara hitt ykkur út á götu, Maggi sjáðu þetta. Haha, við getum þetta. Þið eru búin að æfa ykkur. Þannig að það er eins og með allt í lífinu, maður þarf að æfa sig til að temja sig kannski gott viðhorf. Og ef maður er búin að vera í 1000 ár, alltaf að leita af vandamáli, finna vandamál og reyna síðan að leysa vandamál, þá er eðlilegt að líkaminn bregðist við öllu nýju með eitthvað svona, nei, mér langar ekki að gera þetta, langar ekki að gera hitt. Það er eðlilegt. Þegar ég fór allan heim, að fólk hætti að spyrja mig, ertu ekki latur að þú skapaði Latabæ? Og ég hugsaði með mér, nei, þú ferð aldrei að leggur þig aldrei miðjan dag, bara í rúminu. Og ég hugsaði, jú, ég gerir, en þá ertu nú ekki latur endilega þó að gera það, sko. Yoko Ono og John Lennon voru í rúminu þarna heil lengi bara, þau voru sko ekki löt, þau voru svona á móti vera heiminn. Þau voru að hafa svona áhrif á heiminn. Og ég held sko að enginn í Latabæ hafi verið latur. Að ég held að það sé sá sem er latur, sem don't care, eða er sama, hann er latur, sem bara, þú veist, ég er ekki gamall, mér er saman gamalt fólk, eða ég er ekki í skóla, mér er alveg skítsami múlinga, eða ég á ekki heimi í Reykjavík, mér er saman Reykjavíka því ég bý í Keflavík. Og ég held að þetta sé svona, pínulítið svona, þá ertu latur. Þannig ég myndi halda það, if you care, eða þú hefur áhuga á öllu, og allt skiptir máli, þá ertu ekki latur. Þannig ég held til dæmis að starffólk í Latabæ eða þeir sem voru í kringum mig að búa til Latabæ, að enginn af þeim hafi verið latur vegna þess að þeir voru öll svona hefðu áhuga á verkefninu. Og það er þessi innri kraftur sem er svo mikilvægur, að hafa áhuga á einhverju starfi eða eitthvað sem er að gera. Og oftar en ekki, það sem maður stundum þarf að gera, segir maður sé ekki allar að taka eitthvað svona sé í gegn líkamlega þessu ári eða maður vil hreyfa sig að taka þátt og hafa gaman, þá stundum þá maður svona kraft til þess að koma sér í gang. Og ég mun eftir að ég plataði mig alltaf henni gamla þetta þegar ég bara var að horfa á sjónvarpið og fjarstýringin var þarna og ég nennti ekki að ná í hana, leið og ég hugsaði ég þarf að ná í fjarstýringuna, ég nenni ekki að ná í hana, þá er ég staðin upp. Og ég plataði bara líkamann, ég var búinn að labba og ná í fjarstýringuna áður en heilin á mig gæti sagt, ég nenni ekki að ná í hana. Ef ég lá upp í rúmi alltaf að ná kannski, fá mér ískalt vatn og lá upp í rúmi, og ég leiði heyrði bara bara negatív hugsun, þá labbaði bara, stóði upp, labbaði fram og náði í vatnsglasið. Og smátt, þá æfði maður sér í þessu. Og fór að líta á hlutina allt öðruvísi, eiginlega bara allt sem hálfgert tækifæri. Þannig að þó ég væri með eitthvað að hugsa, nei, býttu, jú, kannski bara, maður sneri þessu strax. Og ég held að sé núna, þegar allt skiptir máli, þá fer allt samfélagið og allt sem maður gerir, eins og þetta til dæmis, þetta sem við erum að fara að gera núna, sem er lífslaupið, þá verður það 1000 sinnum skemmtilegra. Maður fer að taka eftir alls konar hlutum, maður fer að allt í hluti sem maður tók aldrei eftir áður. Bara, til dæmis ég man eftir ég fór á bókasafn alltaf og náði í bók og mér langaði að skoða þessa bók, Svo hugsaði ég, heyrðu, hvernig væri það ef ég fer núna og vel bækur sem ég engan áhuga að lesa? Og ég keypti bók svona bara, setta í poka, fór í flugvél og las þar í flugvélinu og lokaði inn í flugvél, því ég ferðaðist mjög mikið. Þá allt í einu fyrst var þetta opaslega leiðilega bækur kannski ketti eða geimfara eða eitthvað svona, svo allt í einu bara, sem ég hafði bara engan áhuga á, svo allt í einu byrjaði að hafa meiri áhuga á þessu. Og það var svo skrítið að þegar maður hafði svona mikið áhuga á að opna sig fyrir einhverju nýju, þá jókst annað á sama tíma. Og ég held að þetta sé pínlítið í því, tækifæri sem er einmitt í svona, eins og lífslaupi sem er að koma núna. Þetta er ótrúlega skemmtilegt tækifæri, það er fullt af hluti sem maður getur gert, maður getur valið það sjálfur, maður getur gert það í hóp eða sem einstaklingur, maður getur mælt sig á netinu og sendt inn hvað maður er að gera mikið, maður getur tekið þátt bara í keppni eða hverju sem er, þetta getur verið markmið fyrir árið, maður getur bætt sig heilsulega, þú veist, það er einhvern veginn svo allir vinni. Það er svo frábært við þetta. Ég trúði því, þegar ég var barn, að ég væri bara með takka sem ég geti stillt til þess að hafa nægilega orku í bara hvað sem ég þyrfti að gera.
Ef ég þurfti að gera hlaup eitthvað þá bara stillt í orkuna. Ef þú þurfti að slaka á þá bara stillt í orkuna niður. Ég trúði ég bara geti stillt það bara. Og það dálítið skrítið að þessi innri kraftur sem þú væri með, sem svo gott að hafa, að því að ytri og innri áhrif ekki alveg að sama af hverju þú gerir eitthvað. Ef þú gerir út af innri kraft, allt öðruvísi, heldur ytra. Þetta nefnir sem dæmi. Að það var eins og hópur á krökkum sem voru tekin og svona litli krakkar og það var sagt við þá, nú þið að hjálpa hérna öðrum hópi að fara yfir svona slá og labba og þau með ekki detta og þegar leiða þið yfir slána og gera svona þrautir. Og þið viljið gera það að þið eru svo góð. Þið viljið hjálpa þeim að þið eru svo góðir krakkar, þið eru svo frábærir og svo dugleg og þið eru bara svo æðislega litli krakkar. Getið þið hjálpað þeim? Og hópurinn fór á stað að hjálpa krökkunum inn í sal. Hinn hópurinn var sagt við hann, þið fáið bíómiða, þið fáið laun, þið fáið bíómiða ef allir krakkarnir ljúki þessari þrautabraut. Svo byrjuðu þessi hópar að vinna, hópurinn sem fekk launin eða bíómiðan og þetta gekk ekki alveg nógu vel, var mjög fljótlega pirrað út í krakkana. Bara yfir með því og þetta gengur ekki og þetta var svona frustration, það var bara svona ekki, en hinn hópurinn hélt áfram bara endalaust að því þau voru svo góð. Bara við erum bara góð innst inni, við erum bara góð. Allt annað. Og þannig að það virðist vera þannig, oft maður fær ytra eitthvað, það ekki nærði eins kraftmikið eins og eitthvað sem maður finnur innra. Eins og var gamalt kall sem satt á ruggustól og var svona að horfa út þegar komu úlingahópur laupandi á húsinu hans. Og þau byrjuðu að skemma girðingu inn á honum og spreyjuðu á húsið og gamli kallinn stóð upp úr stólnum og fór til þeirra og sagði, krakkar, getið að hægt þessu og krakkarnir bara, nei, komið þið aftur á miðvikudaginn, þá skal ég borga ykkur 10.000 krónum hver til að skemma húsið mitt. Þau komu öll á miðvikudaginn og byrjaði að skemma á húsið. Þá kom kallinn og sagði, eru þið tilbúin að koma aftur á fimmtudaginn og þá borgaði ykkur 5.000. Þau komu aftur, aðeins færri, hann sagði, ég ætla að borga ykkur 3.000 ef þið komið á föstudaginn. Og krakkarnir, já, komu slatta, svo sagði hann, komið aftur á sunnudaginn, þá get ég eiginlega ekki borga mikið, bara 100 kall, ég á ekki meiri pening. Og þá öskuðu krakkarnir á hann, hvað heldur að við séum eitthvað að koma að skemma húsið þitt fyrir 100 kall, við erum sko ekki að koma aftur. Og þeir komu aldrei aftur. Þannig að hann náði að eyðileggja motivationna hjá þeim með því að gefa þeim eitthvað utanfrá, eins og laun. Þegar við ákveðum að gera Latabæ, að þá var það langaði manni til þess að gefa eitthvað innra frá sér, að það væri eitthvað til að hreyfa börn og fjölskyldur svo þau getur lifað heilbrigða lífi. Þetta var eitthvað sem var svona core inn í þér og það var svo auðvelt að vinna í því starfi að því að maður hafði það inn í sér. Það besta til að keyra innri drive eða innri kraft hreinlega að vita why eða af hverju maður að gera eitthvað. Og þú þarf kannski að hugsa, af hverju á ég að taka þátt í þessu? Hvað langar mig að gera? Hvað það sem ég vil gera? Hvers vegna ég að fara að gera þetta eða hitt? Og reyna svona að hlaða á það eitthvað sem þér finnst skemmtilegt eða gaman. Af því að það getur alveg slokknað á innri krafti, það gerir stundum. Og þá þarf maður að tala við félaga sína til að hvetja mann áfram eða gera eitthvað sem þér finnst skemmtilegt. Gera eitthvað sem hvetur þig að þið langar að gera eitthvað. Og þú getur farið í ferðalag, þú getur labbað á fjöll, þú getur lesið bækur, þú getur skoðað bíómynd, þú getur hvílt þig, hvað sem eitthvað sem þið finnst gaman til að auka það og styrkja það að þú aukið þennan innri kraft. Og það sem mikilvægast í lífinu sem allir segja, það svona heilsa og þeir sem eiga börn segja börnin sín. Þetta sem þegar allir eru að deyja eða orðnir veikir eða lítið eftir, þá segir að heilsan sé mikilvægust eða börnin sín. Og þau myndi gera allt til þess að fá heilsuna tilbaka ef þau gætu. Þess vegna svo upplagt tækifæri núna til að hugsa það, vá, ég get núna gert allt. Ég get tekið þátt í svona þessu lífslaupi og ég get bætt heilsuna mína, núna. Ég þarf ekki að vera komin á botnin til að þurfa að spyrna mér upp og gera eitthvað. Heldur get ég gert það bara núna. Og það svo áhugavert nefnilega hvernig fólk horfir á þetta, hvernig þetta viðhorf
getur breytt öllu í þínu lífi. Það var einu sinni maður sem ég þekkti, sem hét Bjössi. Hann var smiður. Hann bjó í Borgarnesi og þegar hann var orðinn dálítið svona eldri, þá ákvað hann að smíða leikvöll fyrir krakka. Og hann notaði bara spýtur sem hann fann. Og hann sagaði aldrei neina spýtu. Hann vildi ekki taka af henni og vildi ekki eyðileggja hana. Þannig að allt sem hann smíðaði, sagði hann alltaf, hvers getur hann búin að setja spýtun einhvers staðar, hún skrítið, hún passar akkurat. Það smell passar allt saman. Og ef hann átti ekki spýtu sem smell passaði, þá beið hann bara einhver tíma, þá getur hann fann einhverja spýtu og sett hann síðan hún smell passaði. Hann var það umhverfisvænn, hann vildi ekki eyðileggja viðinn. Hann vildi bara nota það sem hann var til. Hann gekk alla sína leiðir og hann sagði alltaf, það alltaf hreint á mínum leiðum. Og maður fór að hugsa, veitu af hverju það? Jú, það vegna þess, hann tók alltaf til í hvers skipti sem hann labbaði eitthvað. Ef hann labbaði út í búð eða labbaði eitthvað, þá tók hann alltaf allt til. Það var alltaf hreint. Þannig að hann sagði, alla þær leiðir sem ég fer, það hreint. Og það var svo áhugavert hvernig viðhorfs var. Það var ekki það að aðrir ættu að taka upp ruslið. Hann bara gerði það sjálfur. Og það var svo fallegt þegar hann fór á dvalarheimili. Þá var verið að tala að dvalarheimilið var ekki til nóga svona gönguleiðum kringu dvalarheimilið. Og hann nennti ekki að taka þátt í því að leita einhverju vandamáli. Hann fór bara út, fór að labba í 3 sinnum á dag og týndi alltaf 2, 3 til 5 steina sem hann tók upp á göngu sinni. Og setti það svo á einhvern stað sem hann fannst passa. Og það var svo áhugavert að eftir 1 ár þá kom í gönguleið í kringum dvalarheimilið. Þannig að það þurfti ekki að jarðýtur, það þurfti ekki að gröfur, sveitafélagi þurfti ekki að fara neitt átak. Hann bara gerði þetta. Og þetta var bara allir glaðir. Og það píndi þetta viðhorf sem svo fallegt. Eins og hann sagði stundum, hann sagði, farðu tróðnar slóðir, farðu ekki ótróðnar slóðir. Og það sem hann átti við með að segja, farðu tróðnar slóðir, að þá eigi maður ekki að traðka út jarðveginn eða maður að gera eitthvað sem maður góður í. Þess vegna myndi ég ráðleggja þér, eða þú ætlar að taka þátt í lífslaupinu, hugsaðu eitthvað sem þú ert mjög góður í og bættu það. Og bættu síðan við þig einhverju nýju. Og það auðveldara að gera eitthvað sem maður góður í og bæta það. Miklu auðveldara. Og það einhvern veginn þannig, það sést á öllum ef að menn halla sér fram. Og maður á að reyna að halla sér fram í lífinu. Og það sést á augunum á þér, það sést í fasininu, það sést í vinnunni, það sést í skólanum, það sést í íþróttum. Ef þú ætlar að ná árangri í einhverju, þá verður að halla þér fram. Og það sést hverju halla sér fram. Stundum hugsa ég að margir eru að reyna að ná svona innri ró. Bara til svona fara í jóga eða hugleiðslu og svona sem alveg frábært. Og eyða miklum tími að finna sig En ég oft velt fyrir mér, hvað með ytri ró? Það ekki bara betra? Að vera bara með ytri ró og þá kemur innri ró að sjálfum sér. Og ég held að ytri ró komi með réttu viðhorfi til lífsins. Bara hvernig maður hugsar verkefni sín og hvernig maður leysir þau og hvernig maður hallar sér fram og hvað maður gerir og allt bara sem maður dettur í hug að taka sér fyrir hendur, sé eitthvað sem uppbyggilegt og skemmtilegt og það svona viðhorf. En það stundum eðlilegt að það dofni þessi kraftur innra með manni. Hann á það til að dofna smá og maður getur lesið það og bara fundið það í líkamannum og þá þarf maður að gera eitthvað til þess að láta hann ekki dofna. Og það hægt að gera 100 hluti til þess. Og sérstaklega gott að mjög góða vin sem hvetur mann áfram. Það alltaf gott að fá mjög góða hvatningu. Þannig að ef þú ætlar að taka þátt í lífslaupinu, fáið ykkur með ykkur í þetta. Einhvern vin eða kunningahóp eða eitthvað sem myndir hringi ykkur og herru, nú erum við að fara að gera þetta og svo koll á kolli. Það væri alveg frábært ef þau getur gert eitthvað svoleiðis. Nú COVID búin að vera og við erum búin að vera kannski í smá svona skrýtnu ári. Við erum kannski búin að hámhorfa, við erum búin að liggja inni og við erum kannski ekki búin að hitta mikið af fólki og þetta dálítið skrýtið og við erum að fara að koma okkur í gang. Nú 2021 og
það einhvern veginn framundan þetta ár sem dálítið skriktar á stað og svo kemur þetta. Ég held að sé upplagt tækifæri núna að taka þátt eins og í lífslaupinu og setja einhverju ný markmið og keyra núna á þetta. Ég held að það sé eiginlega bara frábært að gera það. Það alveg eðlilegt að í svona ástandi eins og síðasta ári þá förum við aðeins úr jafnvægi. Þú veist, erum búin að gera eins og horfa á sjónvarpið eða hreyfa okkur ekki nóg og ekki bara líða okkar að vera í svona smá rugli, sko. Að þá alveg eðlilegt að jafnvægi fer aðeins niður. Mér að segja, ég í algjöru vandræðum, sixpackinn bara hvarf. Ég var bara ekki lengur með sixpack og ég var bara, ég þarf að bæta úr þessu, ég þarf að gera eitthvað. Og þess vegna auðveldari fyrir mig að gera eitthvað sem ég hef kannski gert áður. Þess vegna ætla ég að byrja að fá sixpackinn aftur og svo ætla ég að finna eitthvað nýtt til þess að gera. Við erum nefnilega svo vanaföst. Við keyrum sömu leiðin í vinnuna, við borðum sama matinn, við pöntum sömu samlokuna og við klæðum okkur eins og kaupum svipuð föt í búðinni. Við erum dálítið svona íhaldssöm. Það þarf dálítið mikið til að við gerum eitthvað nýtt. Og þess vegna held ég að sé alveg nauðsynlegt til dæmis núna að skoða allt sem lífslaupið býður upp á og skoða, kannski þarna eitthvað sem ég hef gert áður og langar að bæta, kannski þarna eitthvað alveg nýtt sem þú væri kannski tilbúin að segja þetta hef ég aldrei gert áður. Þetta eitthvað sem ég gæti tekið þátt í og gæti sett kannski tekið alla fjölskylduna eða vinnustaðinn eða félagina. Herru, gefum krukku hérna, setjum 100 æfingar í þetta sem við höfum aldrei gert. Skíði, bowling, borðtennis, körfubolta, pílukast, ganga upp á fjall, róa á kajak, synda 1000 metrana, fara í ískalt bað, eitthvað. Situr þetta ofan í og þið dragið það bara hverja helgi og þið bara gerið það. Og bara, herru, nú ætlum ég að hafa bara 52 æfingar, búm. Og þá ég komið eina á hverja helgi. Eða einhver aktivitet eða eitthvað sem ykkur langar að gera. Ef einhvað hreyfist ekki, þá deyr það. Ef þú setur vatn í glas og hreyfir það ekki, það stendur bara þarna, þá fúnar það. Ef þetta ekki eins og á sem að hreyfast, þá bara fúnar vatni í glasinu. Og það alveg eins með líkamann. Ef við hreyfum okkur ekki, þá fúnar maður bara. Maður verður bara slappur, þreyttur. Í rauninni bara líkaminn gefst upp bara. Maður verður bara veikur. Líkaminn þarf að fá svefn. Hann þarf að fá nægilegan svefn. Og oft unglingar sofa yfirleitt ekki nóg. Þurfa að sofa meira. Maður þarf að fá nægilega hreyfingu. Maður verður að fá einhvers konar næringu sem mjög holl og eitthvað sem maður getur tekið stundum óhollt, en oftast þarf maður að borða hollan mat. Og ef maður vanafastur og búin að vera bara í sama matnum alltaf, þá tekur það smá stund að fara í nýjan mat til þess að borða. Það eðlilegt. Og því að taka þau markmið bara í rólegheitum og bara hugsa, herru, nú bara lífslaupið út þetta ár, ég bara bæti mataræði með smátt og smátt og smátt og smátt. En það líka þannig að þið gætuð, ef ég ætti að ráðleggja ykkur hvernig þið myndu hreyfa ykkur eða taka þátt í ykkur, þá væri best að æfa eftir auga eða eyra. Auga eða eyra einhvern veginn þannig að þegar maður æfir eftir til dæmis eyranu, að þá í gamla daga, fyrir 1000 ára, þá var það þannig að þú fórst á veiðar, þú labbaðir og horfðir á hvort þú var einhver fugl að heyrðir hljóð og svo skaustu, að þá æfðirðu þetta. Það var búið til tónlist, þú æfðir eftir tónlistinni, tónlisti voru til alls konar dansar, menn lærðu regndans og stríðsdans og hvað sem meira að segja hernaði voru menn látnir gangi í takt, þó svo þú færi aldrei í stríð og þyrftir að vera einhvers staðar í takt. Þá til þess að kenna senda skilaboð til vöðvana til að geta gert mismunandi hluti. Ég sendi signal hérna frá upp og niður, ég sendi signal hingað að gera setu, þá get ég send. Og þessi signal halda okkur ungum. Þau halda okkur heilbrigðum. Og það sem í rauninni að vera í formi að geta sendt þessi signal til vöðvana og gert hvað sem Þess vegna lífsnauðsynlegt að æfa eitthvað eftir eyranu. Einhvers konar dans, hreyfa sér eftir tónlist, þess vegna byssa í 100 metra hlaupi, pam, og þú hleypur á stað. Og þá sem fyrstur upp úr startinu, hann vinnur oftast. Startið gríðarlega mikilvægt. Og þú gæti líka æft eftir auganu. Það ekki bara eyra, það líka augun. Augun til dæmis þannig, í gamla daga þá hreyfður þau reyndir að lesa í allt umhverfi til að surviva, til þess að lifa af.
til þess að lesa í allt. Þess vegna bolti til dæmis eitt besta tækið sem fundið hefur verið upp fyrir heilsu. Þú getur farið í golf og þú eltir boltan, þú getur verið í handbolta og það búið að búa þetta til þetta sem leikur. Og þegar þetta er leikur, þá tekur þú þátt og fattar ekki út að hreyfa. Þetta er bara ótrúlega skemmtileg tími, líður bara svona rætt og þetta er bara frábært. Og þess vegna held ég að þegar þú gerðir til dæmis þrautakóng í gamla daga, þá varst að æfa auga. Þú varst að herma eftir einhverju hreyfingum. Og ef þú æfir aldrei neitt sem þú hermir eftir hreyfingunni, þá ertu í smá vandræðum. Ef þú fer bara í spinning til dæmis, og ert bara á hjólinu og það er bara fast í einhverjum sal, þá ertu bara 30% getu. Það er betra að hjóla bara út í náttúrunni og vera að hjóla og fara að hugsa náttúrunni, halda balans og passa sig á þessu og hinnu og allt þetta. Það er miklu meiri hreyfing heldur en að vera bara á hjólinu. En ef þú ætlar að æfa kannski lungnaþol á fullu og styrkja lærin og þá er allt í lagi að taka einu og eina æfingu í spinning. En það er ekki nóg ef þú ætlar að vera heilbrigður. Ef maður fer í göngutúr í kringum blokkina í Gallanum, sem er frábært, það er félagslega æðislegt, það er gott að komast út, en alveg til að styrkja líkamann, þá ertu kannski bara að viðra Gallan. Þannig að þú ert kannski bara búin að viðra hann. Þannig að kannski þarftu að segja ykkur markmið og að taka þá til lífslaupunni, ég ætla að labba aðeins hraðar milli ljósastaurana, ég ætla að vera með hund síðan þarf að elta, eða ég ætla að labba aftur á bak, ég ætla að labba með lóð, það getur verið hvað sem er. Nú er einstakt tækifæri til að taka þátt í lífslaupunum. Þetta er einstakt tækifæri og allir á Suðurnesjum ætla að taka þátt. Ég bara trúi ekki öðru og ég veit ég geti gert þetta, takið vinnustæðin eitthvað saman, ákveð eitthvað kerfi, þið getið mælt þetta, þið getið sendt þetta inn, þið getið farið í vinnustæðakeppni, þið getið farið í grunnskólarnir geta farið í keppni, framhaldsskólarnir geta farið í keppni og meira þess að held ég að sé einstaklingskeppni og það eru verðlaun. Ég held að sé yfir 50.000, þannig að það er til mikils að vinna. En þetta er allt ytri. Þið verðið líka að finna innra hvers vegna þið eru að gera þetta fyrir ykkur. Og þið getið bara lagst á kottan í kvöld og hugsað, jæja, það hugsa árið 2021, þetta verður frábært ár. Ég ætla að gera þetta mínu besta ári. Jú, ég ætla að taka þátt, ég ætla að planleggja með aðeins, ég ætla að skipuleggja svefn, næringu, mat og svo ástúðuleg samskipti við fólk og þá sem eru nánast manni, þá er það bara komið. Það breytir ótrúlega miklu. Hafa viðhorf á þessu ári sem er frekar svona jákvætt, þetta líta á allt sem svona, þetta er bara frekar jákvætt. Vegna þess að ég man alltaf eftir því, þú ert að láta fólk, litla krakka, lítil börn, taka til í herberginu sínu. Ef þú segir við litla krakka, taktu til í herberginu frá því að það er bara 1 árs til 5 ára, taktu til í herberginu, þetta er allt í rusli, endalaust ruslefni í herberginu. Það er búin að segja þetta í 3-4 ár, þá segir krakkin, já, ég ætla ekki að taka til í herberginu, ég er kannski bara ruslari, ég er bara ruslarakrakki. En ef þú segir við barn, taktu til í herberginu af því það er allt svo skipulagt, þú ert svo skipulaður, þú ert svo rosalega skipulaður, þú vilt hafa allt raðað, dótið og þú ert svo rosalega skipulaður. Eftir 3 ár þú er búin að segja þetta, þá segir krakkin, já, ég ætla að taka til í herberginu mínu af því ég er svo skipulaður. Og þá gerir krakkið það. Þess vegna held ég það að þú þurfir að tala við sjálfa þig á jákvæðu nótum. Af því að líkaminn er alltaf að leita að þessu. Líkaminn leitar af finna vandamál, leysa vandamálin. Hann er alltaf þar. Þess vegna ráðleikið er núna. Leggjast á kottan, planleggja þetta ár, taka þátt í lífslaupinu og skráðið og vilt, þá getur við skoða þetta, eða bara fyrir þig. Það er meira en nóg. Takk og gangi ykkur ótrúlega vel.